heyrist á FM 957. Þá getur aðeins eitt til að gerast. Tveir harðir eru að hefja göngur sína og eru núna á, skal ég ykkur segja, fimmtudegi. Fimmtudegi? Já. Það var aldrei gert áður. Nei, við höfum ekki verið á fimmtudegi áður en það er búið að vera svona smá vesen hérna og aðeins búið að vera að hringla með, skal ég ykkur segja, þetta er eins og slökka þarna á Mötley Crüe, búið að vera að hringla aðeins með þættina þessa vikuna. Já. Og verðum við núna á fimmtudegi. Það er skrítið. Já, við verðum... Það var komin í flöskudagsský, sko. Já, en við verðum mættir hérna á föstudaginn í næstu viku. Já, þá var ég í flöskudagsský, sko. Já, finnst þér verra að vera á fimmtudegi, eða? Já, þetta er... Fimmtudagur er ekki flöskudagur, sko. Nei. Þannig að ég er ekki í flöskudagsský, sko. Nei. Þannig ég klára áhyggjur af því hvernig þið þáttu verður, sko. Nei, en ertu samt ekki alveg fínum gír? Jú, en ég er ekki í flöskudagsský, sko. Nei, ok. En þú vonandi rífið þig bara... Jú, ég er í fínum gír. Ég lendi í nótt. Já. Frá Spáni. Kaffibrúð. Og, já, kallinn er kaffibrúð, sko. Málega, ég er búinn að... Ég er að bæta persónulegt meti í tanni núna. Ég hef aldrei frá brúð. Aldrei. Og hérna, Spánagilsi er samt núna in the past. Já, Benidorm-gilsi. Spánagilsi. Já. Þannig að það er búið. Hvað er framönd? Ég er kannski kemur eftir með svona Gilsarinn gerur upp Spán, kannski. Fyrir hann séu Spán með þér. Já, ok. Þú veist kannski bara svona, ég get sagt svona, hvað er jákvætt og neikvætt í Spán? Já, voru þetta ekki bara þróðudisk og... Nei, þegið. Eitthvað flott eitt. Ég ætla bara að vera með minn fyrirlestur hérna eftir Spán. Ok, við erum með þéttan þáttandekur í dag við Egill og, já, Egill var til dæmis að syngja Euphoria. Ég er búinn að vera að fara hérna yfir hluti sem að gestastjórnendur hafa þurft að gera, menn að Egill var í fríi og, já, þú varst bara að taka sömu áskorunum allir hinnir. Já, en þú veist, hérna, ekki allt helviti slagi, samt það nokkuð. Nei, 2 mínútur að því. Og trúðu, veistu það, þú getur ekki sungið þetta lag verð en Hjöppi og Sveppi til dæmis. Það er bara ekki fræðilegu möguleiki. Það var það lélegt, sko. Sönguðu þeirra? Já, ég voru alveg skelfur. Hjöppi er alltaf hræðilegu söngur. Já, ég líka, sko. Ég get nú reyndar ekkert verið að monta með eitthvað. Kemur óvast að Sveppi og sönga, sko. Því að hann, getur hann ekki sungið það? Já, sko, Sveppi er samt ekki að góðu söngvar og hann heldur á sig. Nei, ok. Það er að fallega við það. Ég held að hann getur öskra Euphoria perfectly. Nei, hann gat það ekki. Og veistu hvað með þess að fyndi? Sveppi er svona ekta típan ef það er partíökstar og eitthvað rífur upp gítarinn, þá svona stjórnar hann söng og heldur hann sér alveg með þetta, en það er ekki þannig. Það er einhverju menn sem eru réttræfir, þá er það hressi gítargæðin. Nú? Já, Jésús Kristur. Finnst þér ekki leiðilegt einhver gæði, ekki taka leiði, tekur upp gítar og byrja að glamra, langar með að hengja mig. Ætli manni, finnst það ekki bara leiðilegt af því maður getur það ekki sjálfur? Nei. Svona, væri maður ekki ekta típan til að gera þetta, maður kynna gítar? Það er ekki flókið, þú veist. Í gamla dag, stelpur í partíinu og þú bara allir rífur upp gítarn og bara, auðvitað er nú að spila, ég hef ekki higgað það. Ok, ég viðurkenni það. Þú kemur með þetta topic, sko. Já, ég held að þessi öfundi þér af því að þeir stelaði þrjumur Það er að læra á gítar, sko, og bara ringir í eitthvað gítar. Já, tekum samt tíma að læra öll svona stemmingslögin. Ok, allavega, mín persónulega skoðun er gítargæðin sökkar. Já, ok, það er þín skoðun og þú er rétt á hann. Svo er ég hérna með sturglaðar staðreyndir, handa ykkur á eftir og já, svo erum við með bara fasta liði. Við ætlum að tveir harðir leysa vandan og fleira skemmtilegt. Læsilegt. Þannig að það er nóg að vera hérna hjá okkur strákonum í dag. Og þú ert komin í hvað, fínskap á þessi fimmtagur eða ekki? Sko, ég verð ekki flöskutaskapi en ég verð í fínskapi. Ok, ég fíla 5 blöð með ykkur hér á FM 957. Tveir harðir á fimmtudegi. Þar sem að ég er á leiðin til Noregs eldsnemmi fyrramálið, þá erum við á fimmtudegi en ekki föstudegi og það verða hér góðir menn í staðinn fyrir mig á morgun. Svo verður Björn Bragi mættir, glerharðir á mánudaginn og tveir harðir á föstudaginn í næstu viku. Hverjir sjáum við með vaktinni á okkur félagum á morgun? Það verður JGG, manni Tattoo. Já, John Gunnar Gerdal og hann verður með eitthvað góða mann með sig. Já, hann finnur eitthvað með sig. Já, þannig að hann verður einhver veislan. Tattoo man. Það styttist hér í að Egill þurfa að syngja Euphoria og... Kvíður svolítið fyrir því. Er ekkert að tala af því eða getur ekki einhvern veginn gleyma möðnjandi boðið og segja bara að gera eitthvað annað að flippa félagarnir? En þú ert svona típa, þú hikar ekki við að fara í karaoke. Mjög gott lag, ég veit ekki það. Það er reyndar orðið aðeins þreyttara núna en það var þegar ég byrjaði á þessari þraut. Málið er að eina jákvæð er að Spánverjinn spila þetta lag repeatedly. Í alvöru? Ég er búinn að heyra það svona 100 sinnum. Er þetta ennþá vinsælt á Benidorm? Já, alltaf því að vera leigubíl, alltaf, þá kom þetta lag, alltaf. Ok, þannig að þú manst vel hvernig lagið er, af því að þetta er ekki spilað mikið. Ég þekki það mjög vel, það er ótt að segja það. Ok. En ég veit þetta, það er æft mér alltaf í leigubílunum, sko. Já. Ég var ekki að syngja með, sko. En þú allavega manst hvernig lagið er, það er strax aftur. Já, ég veit það, ég veit allt yfir mig, sko. Það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð til í góða slúðurpakka. Já, ég elska slúður. Já. Ég ætla að byrja að segja frá LL Cool J. Það er meistari. Hann
Ladies Love Cool J. Hann var að hekki áleiti á mér, það nokkuð ljóst. En það var brotist inn til hans núna í fyrirnótt og LL Cool J gerði sér lítið fyrir, sneri þjófinn niður og hélt honum þar til lögreglan kom. Og nú þjófurinn á spáði að kæra LL Cool J því að hann nánast handleggsbrautan og einhverju fleiri bruises eins og stendur hérna, svona mar. Hvernig alltaf að kæra hann bara? Hvað rugl þetta? Kaninn svo heimskur, þannig að það bara, hann hugsa með sér ég var að brjótast inn hjá honum, ég viðurkenni það. En hann barði mig og ég ætla að kæra hann. En ég held að Ladies Love Cool J mjög kjötaður singer. En þú veist, ég verð að gefa mönnum virðingu fyrir svona. En svo LL Cool J. Þetta er grótart. Ég er svona ekta típan, ef það væri brotist inn til mín, ljótt að segja, ég þykist vera voða harður, en ef það kæmi einhver, ég myndi vera bara svona, herðu, hérna, taktu bara eitthvað. Þú myndi fara inn í rúm og sjúaðu þau maður, það er það myndi gera. Ég veit ekki alveg hvort það væri svo slæmt. Veistu hvað ég myndi gera það? Ég veit að það sem þú myndi gera, en ekki að svona segir það myndi gera. Það sem ég myndi gera, ég myndi standa upp, labba fram og sagði, hvað djöfull ertu að gera hérna? Og öskra á hann, gera hrættan, sko. Og þá myndi ég veit það ekki. Nei, það er ekki það sem myndi gera ill. Ég hef séð þið þegar þú þrætur. Og þú ert ekki öskrandi. Ég bara segja hvað ég myndi gera hérna. Þú ert ekki the man you pretend to be. Jú, I'm a man. I'm a real man. Man. Hvað er með næsta pakka? Næsta slúður, það er af Robert Pattinson, veistu hvað það er? Já, það er hérna Gæðins Skeitt. Nei, Kærastan Skeitt. Kærastan Skeitt, já. Hann leikur í Twilight myndunum og fyrirhandi kærastan hans Kristen Stewart hélt fram hjá honum á dögunum. Nú hefur Robert Pattinson ákveðið það að selja húsinn og bæði húsinn. Þau voru búin að köpa sér hús í London og í LA. Þannig að... En kannast Robert Pattinson ekki við eitthvað sem kallast forgiveness? Jó, en... Hvað með gömlu góðu fyrirgefninguna og allt það? Já, hann segir hér, einn vinnu, hann segir orðrétt, hann elskar þetta hús. Ég ætla bara að lesa þetta á ensku. He loves that house, but he keeps thinking of that day when she snuck away for her makeout session with leikstjóran, leaving him in front of the TV thinking she was at a business meeting. Þannig hún sagði bara, herri, ég þarf að fara hérna á viðskiptafund og í meðan þá var hún bara eitthvað í eitthvað... Það er gamli, ég fari nú einhverja mikilvæg viðskiptafund, þú er einn í sófanum bara, ekki? Já, hann var bara að horfa á sjónvarpi, þá var hún bara í einhverjum fjallasleik. Ég skil hann vel, hvað heldur hann að sitja í því húsi? Já, auðvitað sökkar þetta, ég veit ekki með það alveg. Og ef hann meira að segja að hann fyrirgefinni, þá kannski bara vill hann vera í nýju umhverfi. Heldur að spila inn í hvað var alltaf með ljóta hárgæslu og hvítur? Heldur að spila inn í? Nei, því að bara það verðist turn women on. Það eru alla konur óðar í hann. Þannig. Þetta er bara eitthvað, þú þarfst ekki að fara til Benidorm og Tana, það verður bara hvítur og rauður í augunum. Eins og ég sagði hérna daginn, þetta er bara eins og maður á að fara bara inn í bæði þunnögreinlega. Já, en þú veist, þetta þykir töff í dag, sko. Já. En þegar við vorum pjakkar, þá var þetta ekki, þú veist, eru pjakkar í dag og horfa þennan gæði og bara, yes, mér langar að vera eins og Robert Pattinson. Nei, þú veist, ég horfa á Sly og Arnie og þess að menn bara svona, Ég fór einmitt á Expendables 2 í gerð. Já. Ég á eftir að sjá hana. Ég verð að fara á hana. Þú veist, ég var næstu búinn að fara á hana á Spáni með spænsku tali. Nei. Og hérna eitthvað, ég veit ekki hvað tjóðum hún Expendables. Þeir tala inn á alla myndir. Hversu mikið við erstum með allt niður þig? Já, það er enda mjög steikt. Viltu síðasta slúðupakkan? Það er af Lindsay Lohan en hún er komin aftur til LA en henni var haldið gíslingu í New York eftir að hún mætti einhver partí með vinnu sínum og svo var búið að stela hellinga hlutum úr íbúðinni þannig að þeir sem heldur partíið voru ekkert alveg að hleypa henni aftur heiminn sín og var hún að stela? Já, en samkvæmt þessari frétt að þá var nú Lindsay Lohan saklaus, en því er haldið fram að vinir hennar sem hún bauði í þetta partí hafi verið að stela sólglerum og svona einhverjum dýrum accessories. Já, sko, hún er óreglumaður í dag og þá farðu óregluvini. Óregluvinir stela. Mundur þess að menn að standi því. Bara segjum að þú myndir alltaf bara bjóða mér og Hjöpp og einhverjum í eitthvað partí. Svo bara, hvað varðum sólglerum og allt þetta? Þá var ég og Hjöppi búin að stela því. Það væri pirrandi viðurkenna. Það væri viðbjör. Það er ekkert verður en að stela fólki, finnst mér. Það er mjög aðstæðanlegt. Þetta var slúðupakki dagsins, var þetta ánægð með hann? Það var mjög góður. Ekki? Jú. Það var ekkert aðeins. Það var bara ekkert slúður leiðilegt. Já, en herru, núna meðan við hlustum hér á topp lag, þá ætla ég að biðja þeim að byrja að hugsa að því ég ætla að spila þetta næst eða mætti að jamma með einhverjum þrem í heiminum, með einhverjum myndir að jamma. 957 í beinni frá Kringlunni á laugardaginn. Skráðu þig á postlista Kringlunar á Facebook síðu Kringlunar eða kringlan.is og vertu í Kringlunni 25. ágúst. Þú
gætir unnið gjafabréf frá verslunum NTC upp á 40.000 krónur. Gjafakort frá Kringlunni með 25.000 krónu inneign. Timberland Boots frá Timberland að verðmæti 34.990 krónur og Samsung Galaxy S3 frá Vodafone að verðmæti 139.990 krónur. Sérstakt vélnaut verður á svæðinu þar sem gestir Kringlunnar geta keppt hina ýmsu vinninga. Fitnessport, Coke Zero og mannlíf kynna. The Expendables 2. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis og Dolph Lundgren eru mættir aftur í einni hörðustu mynd allra tíma. The Expendables 2, komin í bíó. Samkvæmt áralegum mælingum sparað þú 6 krónur á lítran með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Þetta kemur til viðbótar við þá afslætti sem þú færð á Shell-stöðunum með kortum og lyklum Skeljungs og Orkunnar. Skeljungur. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Kæru hlustundur, þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Auðun Blöndal og Egill Einarsson með ykkur hér til, ég skal ég ykkur segja 6 í dag. Og það er ekki fínt bara að hlusta á FM 95 Blö og kíkja svo á FH-KR. Jó. Það er ekki bara svona drauma. Það er bara veistla.is. Drauma 50 dagur. Með hvernig heldur þú í FH-KR? Ég vera completely honest. Já, okkur eftir að ljúa. Þetta er bara. Já, ég vil, verður completely honest. FH. Já. En þá eru þeir samt bara að stinga af í deildinu og þá verður þetta ekki alveg skemmtilegt. Já, það er fínt. Ég vil að það stinga af. Er það málið? Því að við Blikar ætlum að taka solid annarsæti. Solid annarsæti? Það sem er good shit. Já, voruð þið ekki að tapa daginn fyrir Fram? Jú. Við töpum mútið Fram, en það er nóg eftir mótinu og ég nenni okkur með. Við á vini KR, Hannes náttúrulega, my director, er hann í markinu og Maggi Lú og maður hellinga félögum hana, en þú veist, nennuru að sjá þá litlu dolli aftur, nennuru? Minna eftir auðvitað bikarmeistara líka, það er ekki eitthvað pirrandi að vinni tvöfalt ár eftir ár, það er ógæslegt, það er toppmennan í FH, Gölsterinn í markinu og Björn Daniel sem er vel þessa dagana, vel í dömunum. Og þú veist, þeir minnst er ég að skilja að taka þetta, með mín persónulega skoðun. Já, og þú hefur rétt á henni. Ég hef rétt á henni. En það er eins og er komið að smá þraut sem að þú vart að taka núna sem að, ég let strákana taka meðan þú varst í frí. Manstu eftir hressu innkominni?
Þegar, það þurfti allir að taka hressinnkomuna og það var bara áttur að vera eins mikill FM útvarpsmaður og hægt bara eins og það var í gamla daga. Þegar það kom nýtt á menn og eftir frí og það hressinnkomuna á ensku. Þannig að nú þarftu að taka í 1 mínútu. 1 mínúti er ekki langur tími. Jó, sem gerir þetta skemmtilegt. Lætur þú Gilsan að vita hvað við gert? Já, ég set svona upp puttan, þetta er 30 sekundur eftir og þegar ég set upp 2 putta það eru 10 sekundur eftir. Ég fer að panika, púlsinn er fyrir upp og ég hef aldrei tekið hressa innkomu á ensku. Nei, en þú ert samt I'm starting to panic. Já, þú ert mjög góður í ensku. Þú talar mikið ensku. Þú slettir mikið. Og svo ertu fáránlega hress, eða ekki? Mjög hress. Já, þannig að þú ættir að fara að leta með þetta. Já, tjekkum á því. Ertu ekki líka að þú hlusta mikið á FM í gegnum tíðina, þekkir þessar stráka eins og Dröst og Kalla Ló alla og veist alveg hvað það er að gera? Já, þetta er mestarar. Já, ertu tilbúinn? Það er 1 mínúta. Wow. Það er hressa innkomin á ensku og það er... Hvernig byrja ég? Já, Gilsinn sem á dagana. 1, 2 og byrja. Well, you're listening to 95.7 at FM 95.blue. With you today is Owen Blondell and the machine, Issue Einarsson, who is 96 kilos of pure meat, sitting in that chair, smiling. And today we're gonna have, we're gonna have Pitbull, Mark Anthony, J-Lo, and a lot of good music for you. But, fuck, nu börjar panika alltaf mikið. Yes, and then I'm gonna tell you how the weather is. Is the weather shiny? Is it sucky? Is it raining and all that shit? And at every hour I'm gonna tell you what time it is, because it's important to know what time it is. And 10 sekundur eftir yes, at 95.7, at 95 Blue, we're gonna have a hell of a time. Okay, Kitten, Pitbull, Rain Over Me. Right now, Rain Over Me with Mark Anthony and DJ Masterman. Pitbull. Shit, hvað það lélegt. Hörru, ég panika. Hér á FM 957 og með þeirri dag er Auðun Blöndal og vélmennið Egill Einarsson. Vélmennið? Það er eitthvað nýtt við það? Veit ekki. Það leikar eitthvað með það? Veit ekki, bara machine, vélmennið eitthvað, ég veit ekki, þegið þið. Kallar maður sér vil. Hvað var ég að banna þetta? Það er það með leiðilegum tón. Lítið líður eitthvað. Hvað er félaginu að gera núna? Ég ætla að setja á þig spurningu sem ég leti vita aðeins af á. Nú fegst eina innkomi til að hugsa hana. Já. Og það er, ég er búinn að spyrja Hjöppa og Sveppa þetta. Þegar mætti, og með þess að búinn að spyrja flesta gestina líka sem hafa komið. Þegar mætti djamma með hvaða þrem sem er í heiminn. Þá er ég að tala um leikara, íþróttafólk, bara söngvara. Hvaða 3 personur tæki Egill Einarsson vélmenni með sér á þenni? Þetta er, þú veist, ég hefði viljað fá þessu spurningu með mánaði fyrir húnna. Já. Því maður þarf að velta þessu fyrir sig alveg fram og tilbaka. Þú þarft ekki að bara svona, ef þú ættir að velja einhverja 3, snögglega, annars fengir ekki að fara með neinum, skilur, hvað poppar í hugan? Já, sko, ég fór að hugsa, myndi ég taka, kannski, Beckham og Ronaldo og Giggsy? Já, kannski Giggsy, þannig að ég bara hugsa, þú veist, Beck strekkur ekki, sko, nema kannski einu svona ári og sippar okkur rauðvinni, þannig er ekkert okkur, þú veist, minna, þetta er að jam, skiljið, ekki bara okkur þurrka jam. Næ, þannig að þetta er ekki bara matabúð, þannig að þú vilt einhver klári með í bæinn. Já, þú veist, þú tækir þetta all in, sko. Þannig að þú og Beckham og Ronaldo séu toppmenn, sko, þá er þeir kannski ekki réttu mennin í það, sko. Þannig að ég er veltað fyrir mig, þú veist, teki harðhausa, þú veist, tæki ég, þú veist, Arnold Sly, Bruce Willis, þess að þrjá. Okay. En þú veist, en samt, þetta eru 3 bodybuilders og þeir
kannski, þú veist, hella ekki mikið í sig og þeir eru gamli, sko. En það ég að velja það þegar þeir voru in the prime, eða? Nei, þetta er bara í dag, voðalegt að spá í þessu. Þetta er bara, þú ættir að taka einhverja þrjá svona sem að poppa í hugan. Já, sko, 3 sem poppuðu fljótt voru Chuck Norris, Van Damme og Valtý Björn. Ég var alveg hinskinn, sko. Þú veist að, ég myndi borga þegar við ykkur þrejum á taflinu. Þú, Chuck Norris, Valtý Björn og Van Damme. Já, það væri grjót. Hann er með 2 hasamyndahetjur og King Valtý með. Af hverju er hann fljótandi þarna með? Út af því að, veistu hvað er erfitt að fá Valtý Björn á dæmi, eða? Þú hefur prófað samt með SMS og sagt, Valtý, blöðu hérna, vinnufélagið. Ég á það eftir, sko. Og hvað segir þið félagarnir? Hellum nokkum niður og kíkjum að það svo ruglið. Hefur þú prófað það? Að það alltaf er svona, það ekki mig. Rólur. Þannig að, en ég veit að ekki, síðan langar mig líka, ef ég tekki Pitbull og Mark Anthony saman og sér í hönnu með, sem er fengisfeitibetta, ég má taka konu með líka, þetta líka poppað upp. Og hvað með Charlie Sheen og Robert Downey Jr. líka, sko? Það er náttúrulega, þá er það frá tjafni í viku. Það er bara þú, Robert Downey Jr., Charlie Sheen og Nick Nolte. Það væri álfur í það. Það er sko, þá þurftur að fara á Ólafsvíku bara í Færeyjum til að geta klára það tjafn. En ok, svona í lokinu, þá mættu velja hvað 3 Íslendingar sem er. Ásgeir Kolbeins. Jón Gunnar Gjördal. Og Valtý Björn náttúrulega, það var hinulistanum. Ég glemdi Fjölnir Þorgeirs. Ég ætla að skipta út Jón Gunnar Gjördal fyrir Fjölnir Þorgeirs og ég hendar Valtý Björn niður. Þannig að þú, Fjölnir Þorgeirs, Valtý Björn og Ásgeir Kolbeins. Já. En ok, ég er með aðra samt, ég fætti aðra frá hug sem ég var tiltaka Brad Pitt, Matthew McConaughey og George Clooney. Það er Egill, ég heldur að segja núna búin að nefna bara 40 mann sem múst til að djama með. Þetta átti bara að vera ykkur 3. Ég er ekki búin að gefa lokasvar. Will Ferrell var ofalega með líka. Já, og Jim Carrey, ég gleyma honum líka maður. Það er í margt niður um, sem var líka pottið gaman að djama með Ben Stiller. Hann er á fólkum klagan. Já, hann á klagan núna. Akkur hensendur hann ekki SMS. Hvað er það gaman? Djamið. Sjekka á hann bara. Já. En ok, þannig að það er ekki hægt að fá bara einhverja 3 út þér. Svona, áður að dæfið með þetta. Brad Pitt, Matthew McConaughey og Valtý Björn. Finalisti. Ok, þar heyrið það. Þetta er finalistin hjá Agli Einarsinni að mætti djama með hvaða 3 sem er í heiminum. Þá verður það Matthew McConaughey, Brad Pitt og Valtý Björn. Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. 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 Mira cómo dice mi tacatá. Que empiece la fiesta. Tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando. Tacatá. Sube el volumen de tacatá. Mueve tu culito. Tacatá. También el pechito. Tacatá. Romano esa pieza. Tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Que te gusta a ti, mami. Tacata, 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 bro.
að hlusta hér á 2 harða á FM 957. Við verðum með ykkur hér til, 6 í dag, strákarnir. Og áður en að Egill Einarsson syngur Euphoria sem hér á eftir og gestaþraut sem allir gestastjórnundir áttur að taka. Og þá ætlum ég að vera með einn af mínum uppáhaldsdagskránum sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Já. Eða Insane Fact. Hvernig líst þér á það? Mjög vel. Nei, ekki? Mjög. Þú til í þess? Ok, ég ætla að byrja hér á fyrstu sturluðu staðreynd dagsins. Það að beljur eignast vini og þeim líður illa þegar það ekki í kringum sína bestu vini. Það hefur áhrif á mjólkina. Þetta fannst mér gaman að heyra, sem ég get vina minna. Beljur eiga vini? Já. Ég er einhvern veginn, ok, næst ég horfa beljur, sé 2 saman, það verður kannski bestu vinir í heiminum. Og þeim líður illa þegar það ekki í kringum bestu vini sína. Það spjalla það saman, Ég er svo belja greina. Hún er svo belja. Já. Nei, þú veist, tala það saman einhvern veginn, að spjalla þeirra, bara horfa á hvað aðra og... Ég er bara að lesa þetta hérna á blaði, sko. Ok. Herðu, þá næsta, kynlíf getur lækkað hita. Þannig að ef þú ert með hita eða orðið meikur, þá er kannski fínt að bara reyna að tala við konuna. Þetta er nú ekki góð ráðleggingu. Ekki? Nei, nú kannski deyr fólk, þú veist, með 40 hita og núna einhver heima hlustandi á blöð og fer upp á gömlu og deyr, frábært. Nei, ég er bara að segja, kynlíf lækkar hita. Þetta er bara stjórnandi staðreynd, kallið minn. Ok. Svo er það næsta, karlmenn eru 3 sinnum verri en konur að skipuleggja stjórnandi staðreynd. Þetta er kannski ekki stjórnandi staðreynd, þetta er bara fact, staðreynd. Nákvæmlega. Svo brúðkaup, og veist, nokkri vinni mínir hafa gift sig. Já. Veist, hver planaði brúðkaupi, var það gæinn eða? Nei, aldrei gæinn. Ég gæti það ekki. Og ef það er gæi að plana brúðkaup, ef það er gæi sem plana brúðkaup, þá er hann gay. Er það málið? Já, hefur ekki séð Father with the Bride með Steve Martin? Já. Martin did the wedding planner í þeirri mynd. Já. Martin Short, Já. hann var gay í þeirri mynd. Já, það þýðir ekkert að allir weddingplanina séu gay þó séu karlkyn, sko. Ekki vera svona... Ok, nefndu bara einn wedding planner sem þú þekkir sem er ekki gay. Ég bý á Íslandi, Egill. Nei, Ég þekki ekkert einhverja weddingplanera. Þú vilt setja sjokk í mig, nefndu það okkur. Nei, ég meina Sveppi var að skipuleggja brúðkaupið með konu sinni, ekki hann gay. Já, ég sá einmitt, þú settir inn á Facebook eitthvað en að Sveppi er að gifta sig út með allt niður þig og það var ríðum í gangi í þessu lífi og hvað sagður? Já, ég sagði... Þá langaði mig að kommenta. Það er ekki að gera það sig? Mér langaði að kommenta. Mér langaði að segja við þú giftir þig löngu undan Sveppa. Já, það er rétt. Þú giftir þig í gemla í Vegas. Já, ég er búinn að gifta mig og giftist þér. Þannig að þú líka ruglinu. Það er bara að láta mig líða verð, sko. En ég ætla að halda þetta áfram. Næsta styrlaða staðurinn, fílar syrgja og eru með jarðarfarir. Þannig að ef einn fíl deyr, þá syrgja fílar og grafan. Já, ég vissi þetta, ég er mikill animal lover, ég horfði mikið á Animal Planet, sko. Já. Fílar líka með mjög gott memory, sko. Ef þú farið kannski kirkjugarðinni í Danmörku og segir við fílinn þar, hei fíl, þá var mér raskatur! Þú segir þetta við hann og síðan kannski kemur 5 ára setna. Þú veist, hann myndur náttúrulega ekki skilja, þú ert meira að tala með að henda einhverju í hann, Já, löðrumdæla eitthvað. Og hérna, og kemur 5 ára setna, hann myndi þekkja þig og hann myndi slá þig með raman. Þeir eru með mjög gott minni. Ég veit það. Enda er oft talað að þú sett með fílsminni. Það er bara hannig. Já. Svo er það næsta stjórnlega staðrind, smáskífan TikTok með Keisha hefur selt fleiri eintök en allar smáskífi Beatlana gerðu. Hvaða rugl er það maður? Hvaða lag er TikTok með Keisha? Keisha? Hver er Keisha? Hvað segir þú? Hvernig er það? Það er einnig... Þú vinnur, við hefum að vita. Það er ekki að vera að syngja þetta. Hvað er þetta? TikTok, Þetta er ógiftlegt, en þetta er búið að selja fleiri smáskífur heldur en allar Beatles-smáskífurnar gerðu á sínum tíma. Það er skelfilegt. Það er an amazing fact, ég var að veit ekki það. Svo er það næsta, fíll getur dáður ástarsorg, sturlu staðrind. 2 staðarindur fíla. Ég fór að lesa svo fíla. Já, og hérna, dáður ástarsorg. Já. Sem er sorglegt, ég myndi ekki vilja. Svo er það næsta, Viagra átt að hjálpa blóðþrýsting og hjartagöllum þegar að svo tabla var gerð á sínum tíma. Sturlu staðrind. Hvernig, ég hefði eftir alveg verið til að vera á þeirri skrifstofu þegar gaurinn sem tekur hana fyrst. Það er bara nærðið, þetta er nú ekkert að læka. Þetta er ekkert að læka blóðþrýstingina með. Og frændið minn sagði sem prófaði svona töflaðinni að þú veist, ef þú tekur hana, vært kannski bara sittandi og geta ekki neitt. Þá farið þvílíkan þrýsting í hausinn, það verið heitt í hausnum. Heitt, bara sem verið kveik í hausnum að þér. Já, ok, en þetta virka væntanlega ekkert nema að sérst að, þú veist, gera eitthvað sem að í bremsu sig. Já, þetta er kannski eigur blóðflæði og ef þú ert ekki hérna, þú veist, ef þú ert ekki að horfa okkar sem æsir þig upp, þá er ekkert í gangi. En fyrstu gaurarnir sem voru að finna þessa töflu, þú veist, allt í nekk kannski að einhver
þegar hann fattar að þetta fari bara beint niður í félagann. Já, hann bara, wow! Já, það er örugglega verið þetta strákar. Þetta ekkert bara að hjálpa henni blóðþrýsting en we're onto something. Svo er það næsta. Marglitta er ekki með heila en greinir samt ljós. Sturlu staðrind. Ég hata marglittur. Ákveður, já. Það geta brendi og hútið dáið. Já, viðbjör. Svo er það næsta. Hundar sem lappa með mönnum eru 4 sinnum líklegri til þess að öðra öðrum hundum en hundar sem lappa úti, sem lappa með konum. Sem eigendur sínum, kvenkynseigendum eða karlkynseigendum. Af hverju? Það er hundurinn með bara með eitthvað stæla. Já, það líður eins og sé a big man, þannig að það þarf að sína sig greinilega. Já, ég er með pappa hérna, hvað ert þú að gera hérna? Svo er þetta svona. Já, svona pínu held ég. En eru mun rólegir þegar að lappa kannski með fallegri konu. Þetta er bara, þetta áfæðið móttu líka. Svo er það síðasta, við fæðingu er að baby panda minni en mús. Sturlu staðreind. Þetta var bara gert fyrir þig að því ég veit þú elskar baby pandas. Það er ótrúlega. Minn en pandabjörn. Já, þegar hann fæðist þá er hann minni en mús. Og sér verður þetta bara 200 kíló. Jésús. Jésús Kristur. Þetta stækkar og þetta var sturlu staðreind og þetta voru sturlar staðreindir. Hvað slóði mest? Mér varst ótrúlegt með The Baby Panda og Viagra-töfluna sem frændi minni við bróðan. Og já, bara þetta var good shit hérna pakkið. Já, Baby Panda var best. Já, nú langar mig að eiga að Baby Panda. Já, hvað fæ ég svolítið? Það er mjög gaman að eiga það kannski fyrstu dagana að búa kósi og með hann bara inn í herbyggi. Svo alltaf kemst hún ekki í herbyggi þetta er eitt á. En kannski, ég myndi að horfa kannski á The Rock og með The Baby Panda við hliðina þess. Já, hversu gaman það er það án grís? Hér á, fimmtu degi og það er 23. ágúst. Við erum hér í Fantastu, strákanir styttist í að Egill taki gestaþrautina að syngja Euphoria. Við kvíðum ekki fyrir því. Já, og ég vil líka minna á stórleikinu eftir, er hann ekki örugglega sýndur á Stöð 2 Sport? Jú, Stöð 2 Sport, útsendingin byrjar 17:30 og leikurinn er kick-off 18:00. Já, FH og KR, en ég ætlaði nú bara að spyrja þig núna eins Egill, ég ætlaði ekki að taka viðtal við, en spyrja það eins út í þú varst á Benidorm daginn, ég hringdi nú tvisvar í þig. Ég var á Spáni. Já, og var þetta kósí? Já. Hvað varstu, í 2 vikur? Já, ég var í 2 vikur og þetta var kósí. Nefnum að það sko bara Spánurinn er með allt niður þessi. Af hverju? Bara, þú veist, hann kann ekki ensku. Þú veist, hversu tók ég? Samt að svona stað eins og Ben. Já, ég var alltaf hörði. Þú var í taxa. Sæði þig ekki, train station. Nögum brendi. Train station. Gerðu þú ekki bara choo-choo? Og ég sagði choo-choo, train, choo-choo-choo. Nögum brendi. Það sagði ég train station, þú veist, hann skildi ekki neitt. Síðan hafði ég þetta að hugsa bara, hvað drastlega er hann rétt hjá the train station? Ég sagði bara La Marina Shopping Center. Sí, þú var að kerða þangað, þú veist, vesen.is og síðan eru þeir. Spánverðin er latur líka. Já, hann er húðla. Og en málið er, það sem er óþólandi er að þeir eru reiðir, Spánverðin er reiður. Þú veist, bara hann er alveg reiður í umhverfinu. Þú veist, Íslendingar eru reiðir á netinu, í kommentarkerfum og svona, þar eru, þú veist, Spánverðin er ekki til því. En Spánverðin er reiður í umferðinu. Þú veist, ég var oft í taxa og þú veist, það var ekkert, þú gæðir frám bara svona, þú veist, það er ekki gert neitt af sig. Og hann flautar og bölvar eitthvað á spænsku, sko, og síðan keyraði margir svo upplýsingar, sko. Ég gerði mikið mistökum, en ég sagði ég nenni ekki lengur að senda í bíljótt og leigubílstjóra sem snart geðu. Þannig ég sagði við í leigubílstjóran bara, drive like a man, keyrðu sem maður. Þú veist, ég bara senda upp keyrðu sem maður, bara, I'm gonna go there to the Levante Beach, drive like a man. Ég ætla að fatta ekki að keyrðu sem maður, eitthvað sem Íslendingar segja, sko. Hann hélt að ég var að segja að ég ætti að vilja mæta okkur 2 mínútur, sko. Hann að setja á sig hjálm og skipta skýrstöng og það var versta bílfærin í verðinu, sko. Drive like a man. Já, en málið er að þetta er Spánverðin. Fórstu í Vassarnefnbótagarð? Nei, ég fór í, nei, ég fór ekki hann, ég fór í Almar með þér. Ég fór í Mundo Mat sem er svona höfrungar og mörgæsir og shit, ég elskar mörgæsir. Ég ætla að halda einni, fekk það ekki svo. Það er bara ekki búið upp á, stengi mynda þess að með Þau eru sýnt með höfrungum, Vá, það var gaman. Það var búið upp á það, sko. En ég var búinn að því, þú veist, við gerðum það félagarnir, sko. Vá, það var gaman, þetta grínast. Það var stórkostlegt. En málið er þess að ég fór í hraðbanka og hann átt kortinu. Prófa þú lendi í útlöku. Það verður bara, þú varst bara endur í klukkutíma, síðan græjaðist það. Þú veist, ég setti kortinu í hraðbanka, síðan kom eitthvað, bara það verður, síðan bara eitthvað, svo kom það ekki út.
Hvað áttu að gera Af hverju ég trúir alveg að hraðbankinn hafi étið kortið en ekki vera að ljúga því að hann hafi étið það bara eins og manneski. Það kom ekkert svona... Það var bara Homer Simpson að éta kortið. Það var bara hraðbankinn sem gleypti. Og síðan... Og þegar stegt kortið Nei, hvað ætti ég að gera? Þegar ég hringdi númerið á bankanum og þá kom eitthvað bara... Ég bara, yes, you speak English? Little. Ég bara, yes, I lost card. I'm in Mundo Mar, I lost card. I go see Dolphin, I need card. Skellti á brjánaður. Það eru kortið bara horfið. Þegar ég var ekki með backup card, hvað ætti að gera? Segðu mér, hvað ætti að gera? Varstu með backup Ég card? var með backup card, hvað ætti að gera? Ég veit það ekki, hvað skal maður með Mér fyrir bara skýt saman elendís. Já, enga. Þú komir hérna heim og, veist, ég veit alveg þú hittir þessar mörgjarsýðinar og allir falskir. Þetta Fá ég frá volkina þetta því að þú týndi kortið. mjög leðilegt. Það eru klukkutinni. Dörleðilegt og, já, svo varstu líka, þú varst að pósta myndum að, hvað varst að æfa að myndi? Þeir fyrir til útlanda í frí og að æfa. Legðu bara að tana þau og fá þér sangríu. Ég var 14 dagar, já, sko, ég var 14 dagar, ég hafði 13. Sko, ég er að bodybuilder. Málið er að þegar þú vaknar klukkan 9 og allan daginn getur ekki hentar klukkutíma æfingu hvað sem hann tala. Já, þegar þú segir það. Þú veist, og hérna á það Gilsar var ekki, þú veist, á fróðunni ofuröfli, þannig að ég var alltaf vaknað að snemma. Já. Og hérna, og þú veist, ég bara reyði í játnin og ég gett mér prótein móti. Jésús Kristu, hvað er þetta? Þetta var svo að drekka kúk. Ég hef drukkið svona, örgulega prófa alla próteintegundir í heimildin, ég er ekki nefn, sko. Þetta var eitthvað Nutritech sem var selt í gimmunni, ég bara, yes, I want like that, delicious strawberry flavor, stóð það. Það var ekki delicious strawberry, þetta var eins og einhverju kúkað í dunkinn og hræst og beint í hvítt duft. Ég ætti að taka mig heim að prófa það, en... Var það brókiðist drukkur? Já, það er þannig. Þeim verða með ykkur hér til 6 í dag. Við ætlum að fá eitthvað gott lag hérna. Og svo er það Egill Einarsson að fara að syngja Euphoria. Þú ert að hlusta á FM 957 og hér á FM 957 og hér með verið það Egill Einarsson og Guðjón Blöndal. Blöndal, hvernig ertu? Herri, ég er góður. Ég er helferskur á þessum 50 degi og það er einmitt komið að gestaþraut sem að, já, það er allir. Björn Bragi er búinn að syngja, Hjöppi, Sveppi, Pétur. Það er aðeins þú, Egill, sem átt eftir að taka, já, þessa þraut og það er að syngja Euphoria. Já. Þetta byrjaði náttúrulega þegar Eurovision var. Það er búinn að vera í löngu fríi núna. Og þá var þetta vinsælasta lagið á Íslandi og ég let þá alla syngja og svo fattaði ég bara í gær að þú hefur náttúrulega aldrei sungið þetta og þetta hefur verið skemmtilegt þannig að það er eiginlega bara komið tíma á þig og þú veist að segja, þetta lag er mikið spilað á Spáni. Já, ég er búinn að heyra öruglega svona 300 sem. Ok, þannig að sko eina hérna leiðilega með karaoke hérna í þessu lagi er að, veist, oftur út í karaoke og það fylgir svona litur yfir textan. Já, það hýtur að vera hann að ekki. Nei, það er ekki. Nei, Jesús Kristus. Það er eina sem hefur verið að trufla menn svolítið. Af hverju er það ekki? Ég veit ekki. Hvernig anstur maður vita þá hvað... Talaði við þá hjá þessu karaoke-fólki. Og það sem er í þessu er að hérna, ég ætla bara að hjálpa með þegar það kemur hérna Why, það byrjar lagi alveg bara strax. Why, why can't this moment last forevermore? Þannig að veistu það. Þú ert alveg með þetta bara, þú bara gefum þetta í línuna. Já, er það gott að þú ert að syngja hérna minn? Hoppaðu hérna yfir og setti hérna á þig headphones. Já. Það er mækinn. Ég er komið núna í stjórnvöldinu. Nú veit ég hvernig það reytur þetta þegar. Með 4 skjá alltaf pakki. Já, það séu hvernig marga taka. Vá, það var marga taka. Vá. Ertu ready? Ég er ekki ready, en... Þetta er Egill Einarsson með gestaþrautina Euphoria og fylgstu með því þetta byrjar eða strax. Það er bara hvernig að setja einu svona. Þetta er löngu byrja. Það er ekki.
panika, ok. Why can't this moment last forevermore? Tonight you don't even open up. No. Don't ever stop doing things you do. Þegið. Don't go. Are here alone in our new neighbors. Free. Slögt á fokkin símanum, þú engin. Sail into infinity. We're higher and higher and higher. Viðbjóður, án gríns. Þú söngst ekki lagið og þú svo öskraður þess á milli. Ég er bara ekki frá því að þetta sé með verri útgáfum bara í þessum þætti. Nei, sko, ég var alltaf því ég paníkaði, sko. Já, panika, þú söngst ekki því byrjun. Þegar maður paníkaði hann segir mér ekki texti, maður veit þetta hvað maður er. Og þessi flóki var að setja bara rauða línu, það er svona að syngja. Já, ég veit, en syngdu bara, skilur. Hún segir þetta svona, ég er búin að hlusta að tala 300 sinni. Hún syngur lagið. Sko málega, ég byrjaði illa, sem náði ég mér á smá flug, svona 45 sek, og kerði ég þetta aðeins í gang. Það var skást þegar þú fórst þarna Euphoria. Já, ég reyndi það fyrst hérna að skæðgarta í byrjun og röddinn gasi út. Ég er búin að vera erlendis og matar ekki búin að vera eins og að vera og röddinn gasi. Þannig að hérna, en þú veist, þetta er bara, veistu, komdu með eitthvað skára lag, veist, hvað er það? Þetta er svona bara þrautin, þetta var vinsælasta lag. Frábær þraut, tóðast að þraut upp í. Jójó Ís er 2 ára. Engin ís dýrari en 699 krónur út ágúst. Jójó Ís Nýbýlavegi og Snorrabraut. Vinningurinn í milljónaveltu Happdrættis Háskólans er nú komin í 50 milljónir og spennan orðin óbærileg. Að auki drögum við út 5 stakar milljónir, aðeins úr seldum miðum. Ef þú átt ekki miða, ekki hangsa. Farðu á hhi.is og vertu með í milljónaveltunni. Dregið 24. ágúst. Happdrætti Háskólans.
Mega vika Dominos í fullum gangi. Megamadurinn á vergangi og það allt í gangi. Allar pítsur á matseli á 1390 kall ef þú sækir með bílinn í gangi. Pantaðu pítsuna með appi á dominos.is eða í síma 58-12345. Dominos. Fitnessport, Coke Zero og mannlíf kynna. The Expendables 2. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis og Dolph Lundgren eru mættir aftur í einni hörðustu mynd allra tíma. The Expendables 2, komin í bíó. Sem mættur hérna til okkar í spjall, óvæntur gestur. Ég ætla nú bara að byrja að bjóða velkominn, Logi. Já, takk fyrir. Hvernig ertu? Ég er frábær. Alltaf léttur? Það verður að vera léttur. Já, þú vinnur svolítið með það, að vera léttur. Já. En á ekkert að létta sig. Þetta er nóðari. Þetta er svipar þingmur í það. Hann var að koma í spjall, hann er kaffibrúð, hann er alltaf hreinu og þú segir hann sé offensúri. Nei, Erst þú ekki að fara að safna hári, veit þú? Sko málega, þetta er heila ástæða. Þetta er eina sem ég get skotið á Loga. Þetta er a perfect man. Hann er með smá sumarístru. Já, þú ert að bjarga þér út úr. Já, og þetta er svona eina sem ég get sett á. Já, maður verður að vera pínu sekk. Logi satt hann eða sko típa, hann getur tekið þess að bumba sér á 10 dögum. Já, heldur það. Hann er en athlete. Íþróttamennir fara létt með. Já, Staðakórin fara. Já, fótbolta og golf. En er þetta ekki golf alltaf á sundinu? Jó, sumarið er golfið bara. Hefur þú tekið golfhring með Valdibirnu? Nei. Af hverju ekki? Þeir eru vinnufélagar. Hattar að Valdibirnu? Nei, þetta er góð spurning. Við erum svona, það hefur aldrei bara, það er staðið til að það hefur komið til tals. Já, en aldrei farið saman í golf. Það var aldrei gest. Ég verði að vera á saman, hann og Hermann eitthvað á saman tíma, sko. Já, þú hefur gríðan áhuga á Valdibirnu. Nei, máli, ég veit bara, Logi er hugsað, sko. Hann vill ekki vera með gæja sem meira sexy en hann í holli, sko. Já, ok, það vill ekki styrkja þig. Er það málið það? Nei, ég myndi alveg leggja það. Ég spurði Egil á mig, hann mætti tjamma með hvaða þrem sem er í heiminum. Hann sagði Brad Pitt, Matthew McConaughey og Valdibjörn. Það er svona einhvern veginn... Getur ekki myndið okkur 4 félagar á djaminu? Já. Það verður stemming. Það væri svolítið gaman. En hvað ert að gera í sumar? Þú ert náttúrulega bara í góðu fríi, eða? Nei, ég er búinn að vera með golfþætti hérna á fullu. Ég les fréttir. Ég sé þig aldrei í sjónvarpinu. Hvað ert þú að gera? Evrópski draumur. Já, ok, ég var einn. Nýbúinn? Já, ég er hérna búinn að vera með golfþætti núna í allt sumar. Hljóð skollíp og voru mjög skemmtileg. Og svo bara lesa fréttir og svo bara reyni ég að tókja sumafrí og spila svolítið golf og svona. Sín í fjölskyldinu. Hefur lesið fréttir einhvern tímann skeðþurr, alveg við það að æla bara á borðið? Ég verð eiginlega aldrei þannig, en ég hef alveg, þú veist, ég hef lesið alveg fréttir, það er svona frekar erfiður og líka þannig að röddin hefur verið mjög tæp, sko. Þá þarf maður svona eiginlega svona hálfpartinn að tala yfir röddina, svo maður fari ekki bara í falsætuna, sko. Það var nefnilega óþægilega, ég lenti því núna eftir þjóðhátíð. Þá fekk ég frá nokkurum minn á Twitter þjóðhátíðaröddin aðeins að stríða blöð. Eitthvað svona því að maður mættar mánuð deg og verð þarna á helgina. Röddin alveg ónýtt, sko. Ég hef alveg gert það, sko. En ég menna, fréttir eru, sko, ég er ekki að lesa morgunfréttir, þannig að ég er yfir orðin góður þá er ég alveg komin í lag. En það er líka, sko, ef maður er með þannig rödd, þá er maður alltaf bara hérna. Það er eitthvað djöfus viðbjóður að ganga. Já, það er eitthvað að ganga. Ég líka, hérna, eins og það er á ekki að tala neitt fyrir hádegi. Það er bara, ég er með svo djúpa rödd. Já, spara hann bara. Á morgnana, röddin vaknar ekki þegar bara, sko, ég var að leysa í bítinu, þá var ég þútti að passa mjög mikið bara, þú veist, að bara Sprengti græna bara. Já, svo ekki sprengja bara út af þeim. Með svona djúpa. En nú er KRF á eftir. Ég aldrei spurt þér með út í íslenska boltan. Hvað liggur það? Ég veit út í United maður í ensku. Ég er víkingur. Ertu víkingur? Já, ok. En svona fyrir í efstu deild, hverja stöður þar? Smá blikið er það ekki? Nei, það er eiginlega, ég spila með 4 liðum í Kópavogi. Hvaða lið er það? Við spilum með 4 liðum í Kópavogi. Breiðablik, HK. IK, HK, Breiðablik og Augnablik. Rétt? Það er komið. Lítið svona Kópavogur í mig. Ég veit ekki, ég er bara gaman að góða fótbolta. Ég býn alltaf er í KR-hverjunu, sko. Já. Og alveg bara rétt hjá þetta. Gísli bara svona liðamella sem að skiptir. Gísli á mjög... Gísli var framari, það er staðfest. Já, það var framari. Var hann KR einhver í dag? Já, og hann neitar því að hann hafi verið framari. Hann var framari, en svo hætti hann í Fram þegar Marteinn Gesson var ekki eins og pappi bestarinn og svona. Já, ok. Og þá bara tók hann svona aftur. Þannig sé ég eiginlega hætti í Víking, sko, þegar Logi var ekki, Logi Ólafs. Já, ok. Hætti náttúrulega að æfa með þeim bara út af einhverjum allt öðrum málum, sko, ósáttu við klubbinn, þannig að ég hef ekki farið að leik með þeim mjög mörg árin. En þú veist, ég er bara víkingur, ég er bara frætt, þú veist, bara það er bara mjög spil, þá getur ég ekkert skipt. Þú ert bara
Valsari og Tindastólsmaður. Og, já. Það er sko málið. Nei, ég er búinn að vera Valsari lengur heldur en ég er búinn að vera Tindastólsmaður. Og það er búinn að spyrja mig oft að þessu. Ég er með svo oft búinn að útskýra þetta hérna í útvarpinu og bara hvað átt með þú Valsari. Það er að því að, þú veist, þegar ég var krakki, þá bjó ég í Reykjavík en ekki á Sauðárkróki, en flutti aftur þangað þegar ég var 11 ára. Já, en ég var hérna búinn að KR ekki að taka þetta, bara til að opna deildina svolítið. Já, ég er alltaf sammála því. Nei, við viljum að F-fáingarnir vinni hvert, þá er þetta bara búið. Já, það er flott. Við viljum ekki að KR lyfti dollunni, Logi. Það má ekki gerast. Orðið byggamestrar. Já, ég fíla KR-inga. Ég veist það skemmtileg. Það begur bara ekki lyftinni aftur. Með lyftinni kannski næst, harnast, ekki aftur. Ákveð þetta sjálfur. Þetta er hjartansmál hjá Agli, sko. Já, ég vona bara mest er að grindvíkingarnir fatta ekki. Það er alveg bara... Já, King Gauji verður að halda sér með þess. Það er svolítið mikið mínir menn. Hverju vilt þú ef máttu velja 2 draumalið til að falla? Passaði nú, Logi. Góð spurning, maður. Já, hörðu, já, betur, já. Nei, ég... 2 svona þín draumalið sem falla. Svaraðu nú. Já. Viltu að Selfyssingarnir falli? Hattar þú Selfyssingarnir? Nei, ég er alls ekki að Selfyssingarnir. Ég vil ekki að, ég óska ekki neinum að falla. Nei, það er erfitt að segja, sko. Það er, sko, þú veist, það er ógæslega fyndið af KR-inga falla, sem þeir gera náttúrulega ekki. Það er alltaf ákveðin húmor í því. Það er mjög fyndið. Þannig að þið myndi finnast, þið finnst fyndið að þeir falli. Eftir þetta rugl, sko, að redda sér alltaf á síðustu stundu ár, get ekki flautan spýtt allt sumarið. En ég, veist... Möndur ekki hlægja að Valur myndi falla? Nei, það er enginn að því, maður. Valur, jú, En svona í lokin, hvernig er helgin hjá Loga? Hjá Flame Bergman? Ætlar að hella í þig? Ætlar að hella í þig? Nei, rólegur. Ég er líka rólegur. Fylgjararnir eru nú gólmót. Þú ert líka komin að fiskutugum á Dalvík? Já. Hvaða félagar eru í gólmót? Ég var ekki búið, Valdi Birna er ekki búið, Blöð var ekki búið. Hver er að fara að það? Hvaða félagar er það? Það er þessi kunni. Bara vinið mín, þetta er ákveðið svona hópa sem við höldum árlegt gólmót. Og hérna svo þurfum við svona að fá okkur með því og eftir. Já. Þurfum við svona að hefði okkur. Það er hefði og sem eftir. Það er lög í að... Það er raustaskvöld á... Það er á morgun? Já, morgun, já. Og þegar ég fórna verið það. Já. Svo bara rólega eftir fjölskyldinni. Ég er að skrifa bók og ég er að skrifa bók? Vel gert. Hvað? Það er með svo litandi svo gamla? Ég er að skrifa handbók Hrekkjavonsins. Ok. Hún er hrekki. Já. Ég hafði eftir að fá einhverja sögur fyrir einhver. Ég á mér nokkra þarna. Einhverjum hrekkjum. Það er þess að það er undankomt. Sumir hrekkir sem að megin ekki fór í bækur en... Já, það er það bara í þessi bók. Þetta er hrekkjusvín. Við hingi hann svona... Ég á nokkra andar. Þetta er hrekkjusvín. Nokkra lúmska. En Logi Bergman þakkaði kærlega fyrir að hoppa henni í stutt og fallega heimsókn í okkur. Og bara gangi allt í hægir í lífinu. Það er bara þannig. Það viljum við strákum. Þeim hafðu. Þú ert okkar blessun. Let's go to the beach, eat, let's go get away. They say, what they gonna say? Have a drink, drink down the Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the sound. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't get out. Can't stop.
7 í beinni frá Kringlunni á laugardaginn. Skráðu þig á postlista Kringlunar á Facebook síðu Kringlunar eða kringlan.is og vertu í Kringlunni. Vertu með í fjörinu á Skjá 1. Tryggðu þér áskrift á skjárin.is fyrir 1. september og fáðu 5 sjónvarpsstöðvar, 2 kvikmyndir í Skjá Bíó og 2 bíómiða í kaupæti. Skjár 1. Vertu með í fjörinu. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítrann með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Skeljungur. Eldbökudagar, pluss Ritso, jafnt á 1380 krónur. Hvað getur klikkað? 577.000, láttu vaða. Ritso. Kröftugt og töfrandi leikár Borgarleikhússins verður kynnt á morgun. Þá kemur brakandi nýtt Borgarleikhúsblað út. Vertu með í allan vetur. Borgarleikhúsið. FM 95 Blöð. Alla virkadaga frá 4 til 6 á FM 957. Degi, Hauður Blöndal og Egill Einarsson með ykkur til 6 í dag og já, þetta verður sennilega alltaf þátturinn sem ég mun eftir þegar þú söngst Euphoria. Já, það var ekki. Já, þú eiginlega söngst það ekki, þú var svona eiginlega lagið. Bara, ég gerði einn besta og besta var ekki nógu gott þarna. Nei, það er ekki hægt að byggja meira. Nei, gæinn sem bjóða til átt að setja rauðadrasli sem eldi textan og veit hvað maður er. Hann er Karl. Ég veit að það er oft óþægilegt. Það get ekki, þú færð ekki að vita hvar í laginu átt að vera. Það er ég með 1 markmið í lífinu núna. Nú, það er ekki erfitt. 1. Hvað er það? Þetta kom að mynda mér inn á síðu á Facebook sem heitir Male Fitness Models. Það er eina takmarkið í lífinu. Greið fóreldraðinir. Já, ok, og hvað? Greið fóreldraðinir, hvað er það? Mjög virt síða, sko. Mjög virt með myndirna sem þú ert alltaf að setja inn á Facebooki mitt, þarna gay-myndirnar. Þetta er að koma þér inn á það. Þetta er ekki gay-myndir, þetta er bara menn. Gauðar að posta með eitthvað six-pack og með puttan upp í sér og eitthvað. Puttan upp í sér, þetta er horfiður. Nei, málið er að þetta eru bara kallmenn sem er í formi sem sendir myndir, sko. Þegar þú ert að fá myndaðarinn inn, þú ert að senda myndaðarinn, sko. Myndir að sér. Og hvenær ætlar að senda myndað þér? Hvenær ertu komin í nógu gott form til að komast til að mail fitness? Ég þarf að skera mig meira niður. Ég þarf að fara niður, sko, til máli. Ég bara stúdera þessa síðu, ég fer hana daglega. Og gæjarnir sem eru þarna eru kannski í bilinu 3-5%. Það er allir mjög myndalegir. Það er ekki ljótur gæi í góðu formanninni, það bara gerist ekki. Þú ert alveg huggulegur maður. Já, ég er ágætlega huggulegur, ég held ég sleppa hann inn. En málið er, það er bara ekki nóg að vera í góðu formi og myndalegur. Ég þarf bara að gera eitthvað. Gæjarnir eru... Það er ógeðslega við þessar myndir. Það er sem ég er að tala um, að menn eru með puttan upp í sér. Nei, sumir halda okkur keðjum, aðrir eru kannski með okkur exi. Já, þú lést einn daginn sem hélt á hvað, hann var eins og hann var í slökkulinn, þetta var bara... Já, eitthvað svoleiðis, ég þarf að vera eitthvað svoleiðis pakka. Þetta er svo gay kalandir en ekki það, ég hef ekkert á mótið samkynnum. En þetta er eitthvað rámt við þessu síðan. Male Fitness Models, ég mælum að fólk lækja þetta á Facebook, þetta er veisla.is, myndarlega kallmenn að drítast hann inn. Fínt fyrir stelpur að læka þessa síðu. Það er eitthvað rámt við að þú skulir ekki bara læka þessa síðu, heldur dreifa myndunum á aðra kallmenn. Mér langar bara að koma það inn. Já, koma þér að inn, það er alltaf læg. Já, sko málið en málið er, hvað fæ ég velun frá Auðun Blondell þegar með text þetta eina tapum mitt lífin að koma mér inn Male Fitness Models. Finnst þér ég að borga þér fyrir að komast þannig inn á þessi síðu? Já, það er hvetjandi fyrir mig. Ok, kippa korona. Ok, kippa af ísköldum koronýta. Ég myndi hins vegar ekki gera það fyrir 10 kassa. Akkur ekki? Það því. Síðasta sem ég myndi gera var að senda mynda mér inn á eitthvað Male Fitness Models. Akkur? Og ef að þú gera það, nei það er ekki það, ég myndi aldrei pósta þessu saman eitthvað beð, sko. Ég held ég eigi eitthvað myndir að kallinu með ágætið standi. Ég ekki það sem ég er að pósta eitthvað. Hvað gerur ef ég set myndaðarinn inn og þú kemur hann inn og þetta er eitthvað 600 mann sem má læka þessa síðu, skilu, þannig að
þannig að þú fær út allt. Þú fær nýja kæra þig, það ekkert flóknar en það. Það aðeins. Þetta ekki hægt. Nei, sko, þetta má ekki. Málið ég ætla að taka mynda mér út að senda henni inn. Og ég veit alveg hvernig það eru, það hleypna ekkert strax inn. Ég þarf að vera óþólandi gæinn. Ég þarf að senda myndir repeatedly. Þá vil gæinn sér síðan að bara hörðu, sé gæinn á Íslandi, síðan að Ísjölu einu sinni. Þú maður drulla mynda á hann minn, hann er óþólandi. Já, bara svo hann hætti? Já. Þú veist, það er taktikinn mín, sko. Og þú ætlar að taka basically það sem að Morgan Freeman gerði í Shawshank Redemption þegar hann vildi fá bókasafni. Hann bara sendi og sendi. Já, sendi bréf vikulega, bara hætti ekkert. Svo gáðist þér upp. En já, ég bara málið, nú er ég bara einu tafnum að geta að skera mig niður aðeins meira, þú veist, í kolvetni, bye-bye. Bless. Það er samt sko, Egill, nú erum við búin að þekkjast hvað í 5 ári eða eitthvað og alveg frá því ég kynntist þér, þá ertu alltaf í kötti og ertu alltaf að kveðja kolvetni. Mér finnst það svo sért alltaf að segja sama. Af hverju ertu þú ekki alltaf bara í topp? Því ég tek kolvetni fyllir í eina milli. Ok. Og nú er kolvetni fyllir í búið hjá Gilsanum og nú er ég að fara að skera þau niður. En algengast setningin sem þú segir við mig bara, nei, ég er í kötti. Ég held að það sé algengast það sem segir við mig. Er það? Já, ángríns. Sko, ég tek þetta máli. Nú er ég bara að fara að skera mig niður og þá getur ég kemst inn á Male Fitness Models. Síðan fer ég bara, þú veist, að fita mig upp í kannski 9-10% aftur og bara, þú veist. Já, ok. Ég skal fylgjast með þessu hérna og... Ég hlaka og ég með texta þetta að vera í kipu af korona. Já, við leifum þetta bara... Við leifum þetta að þú verður með mér hérna í allan vetur. Þannig að við leifum bara hérna hlustendum okkar að fylgjast með þig. Hvernig gengur að koma hérna með fitnessmodel.com? Já, ég senda fyrstu myndir inn bara fljótlega. Já, senda hana bara inn helgin. Ok. Wow, stressandi. Wow. Ready for action, nip it in the bud, we never relaxing. Outcast is everlasting, not clashing, not at all. But see, man, want to do a little acting. Now that's for anyone asking, anyone asking. 9-5 blöð með ykkur hér á FM 957 og ég var að taka þetta reynu hérna. Ég ætlaði nú að ræða annað við þið, Egill. En svo fattaði ég að það eru einna hraðar. Hemmi Hreiðars var hérna hjá okkur á mánudaginn. Það er reistari. Já, algjör snillingur og virkilega gaman að fá hann hérna í spjall. Hann var einmitt að segja okkur frá því að hann er alltaf klípandi í brjóstið á mönnum og eins og John Terry og fleiri þegar voru að hlaupa í teginn og hann var svona leikmaður sem vildi ekki... Já, hann er fantur. Já, bara basically... Hann verður eitthvað fínn í handbolta í vörn, klípandi alla og hrindatöll. Já, það sem þetta er bara löglegt og þegar þú segir það, djöðl hefur alveg getað að nota hann í vörnum í íslenska landsliðinu. Við getum ekki hendur bara inn í það núna. Já, bara lendi í þessu kvikindi, maður. Hann er viðbjóðslega sterkur. Já, nautraustur. Og það er líka sko þannig, til dæmis eins og með handbolta, ef þú er einhvern tímann æft körfu, þá getur aldrei spila handbolta. Það er bara þannig. Ég var að þjálfa Hemma Hreiðars í sporthúsinu, hann kemur til þið gamla þegar það eru klakarum en þetta er bara vélmenni. Það er saman hvað lóðu hendur á hann, bara lyfti því. Hann er naut. Svona eru margir þessi eigamenn. Fólki í Vestmannum er nautraust. Það er bara þannig. En það sem ég var að hugsa er að hraðaspurningar hans eru hérna. Já, sem spurði hann að? Já, sem ég spurði hann. Ég var að henda þeim bara á þig. Hvernig vistur það? Því það lúður ekki verið einn í langan tíma. Já, ég meina, þú veist, akkur ekki. Ok. Ég geti hvað sem er sagt. Við ætlum bara að sjá. Já, líka bara gaman fyrir hlustendur. Þú svarar hvort þér aldrei eins, þannig að tæmdu bara hugan og segðu það fyrst að setja eftir hug. Þetta er tilbúin. Hvernig það, þú veist, þú tæmir hugan. Hvað, þú veist, hvernig gerur það? Ég bara hugsa ekkert. Hugsa ekkert, ok. Eitthvað svona bara, þú veist, ég með svo hugsa ég sé ekkert að hugsa. Ok, ég er ekki hugsa neitt. Okay, ég er búinn að tæma núna. 1, 2 og besta bíómynd á þann tíma? Braveheart. Uppáhalds hljómsveit? Pitbull. Fallegasti karlmaður fyrir utan maka? Valdi Björn. Besta liðið í ensku? United. Bestu sjónvarpsþættir? Entourage. Hvað kveikir í þér? Valdi Björn. Nei, veitna, fallegar konur. Erfiðast andstæðingur? Snöggur? Ég er að panika. Ég segi City. Besti skyndibitinn? Castello. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvað dýri eru fyrir valinu? Höfrungur. Ef þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Jennifer Lopez. Besta nammið? Maltses. Hvað er leiðilegast? Að bíða röð. Hvað er skemmtilegast? Að fara fremst í röðina. Í hvað spil ertu bestur? Ég sökku spilum. Sly Stallone eða Schwarzenegger? Schwarzenegger. King Valdi Björn eða Höddi Mag? Valdi Björn. Hvað tekur í back? 160. Hvað lag myndur þú taka í karaoke? I Will Always Love You. Justin Bieber er? Þvílíkur fagmaður. Fallegasta kona á Íslandi fyrir utan maka? Wow, þetta er erfitt spurning sem ég fengi það. Þetta er óþægilegt. Skal gefa þér passa þetta. Uppáhaldslið á Íslandi? Breiðablik, ég sé það.
Herði, já. Shit, hvað það er ég svitnaði. Já, hún komst nú bara að geta frá sig. Og ég panik alltaf svona það sko. Við sko, ég fatt það nefnilega, þetta bæði spurningar sem voru á, sko, Hemma Hreiðars, svo bætti nokkur í nýju minni því hún var hérna hjá okkur, hún Íris, maður tók þátt Jungfrú heim, var hjá okkur Hjöppa á þriðjudaginn. Á veisla. Já, þannig að hér var og svaraði hún þessu öllu? Já, og það var hérna, hver var leiðilegust Jungfrú heim og eitthvað, ég ætlaði að spyrja það því, en þú var náttúrulega ekkert getað að svara því. Hvað hefði þið sagt? Ég sagði Thailand. Thailand, já, hún sagði Suður Kórea. Hún sagði... Suður Kórea? Já, það er samt ekki mjög, Asíubúin mjög þægilegur. Já, stelpa sem kom frá, Asíubúin, hvað er Thailand? Hálfvitiðin. Já, ég var alltaf verið með. En Thailand einhvern veginn, ég hugsa bara Tomás þegar ég segi Thailand. Já, og þvílíkur faðmaður. Hann er ógeðslega skemmtilegur. Tomás hann Thai. Ákveð eftir þá ungfrú Thailand er leiðileg. Nei. Mágott og drulluðan. Nei, humalega, ég hugsa konunars Tomás, hún talar aldrei henni því kem. Hún er aldrei ekki svona Thai. Veistu hver er nýjasti, besti vinur Tomás hann Thai og bandthai? A little man called Russell Crowe. Já, alveg. Átt hjá hann 5 sinnum í viku, sagði mér. Nei. Alltaf hjá hann. Stundum tók hann take-away, stundum satt hann hjá hann. Sagði Tomás það? Já, hann sagði bara, Russell Crowe í mig, bandthai. Ég alltaf þegar ég var að fara að borga, spurði ég bara, did Russell Crowe come yesterday? Já, hann kom að í gæpa og bara fá sér take-away. Alltaf, þeir voru þetta bestu vinir. Já, borðar hann ekki á staðnum, tekur hann með það? Já, hann borðaði stundum á staðnum saman. Já, er hann farinn, Crowe? Já, Crowe er farinn. Hann er farinn? Já, við erum með Ben Stiller eða þá. Já, eigum við að fá hann í viðtalið? Við getum reynt það í næstu viku. Ertu búinn að reyna að fá hann í viðtalið? Já, ég fekk hérna leikarinn úr Richard, ég fekk hann Richard, vinn okkar úr Different Strikes í viðtal líka daginn. Dreftum ekki. Hann er á landinu. Richard og Different Strikes? Já. Akkur sendu ekki bara Ben Stiller? Ben Stiller, you come interview. Já, við gerum það. Ok. Það heyrum ég honum. Þetta voru hraðspurningar á Glesinegga. Komast í klikka form. Taktu þátt í 12 vikna lífstílsáttakinu Þinn líkami, þinn lífstíl. Heildarverðmæti vinninga er yfir 1 milljón króna. Skráðu því núna á thinnlíkami.is. Hér er Megavika Megaviku frá Megaviku til Megaviku. Þú, ég og við öll erum stödd í miðri Megaviku. Það sitja allir við sama borð, því allar pizzur á matseli er á 1390 kall ef þú, ég og við sækjum. Megamaðurinn er engin undantekning. Pantaðu pizzuna með appi á dominos.is eða síma 58 12345. Dominos. Fitnessport, Coke Zero og mannlíf kynna. The Expendables 2. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis og Dolph Lundgren eru mættir aftur í einni hörðustu mynd allra tíma. You're terminated in your dreams. The Expendables 2, komin í bíó. Kröftugt og töfrandi leikár Borgarleikhússins verður kynnt á morgun. Þá kemur brakandi nýtt Borgarleikhúsblað út. Vertu með í allan vetur. Borgarleikhúsið. Lífið fylgir fréttablaðinu á föstudögum og daglega á Vísi. Færeyska söngkonan Eyvar Pálsdóttir bónorðið, brúðkaupið og tónlistina. Ráð kvenna til að yfirstíga álag. Íris Thelma upplifir gamlan draum í Miss World. Leikfimi fyrir konur í Heilsuborg. Berjauppskriftir og margt fleira. Lesið lífið fylgir eitt fréttablaðsins á morgun. FM 95 blöð. Á FM 95. Lesa fréttinni segir Egill Einarsson í beinni útsendingu hér á FM 95 blöð og hvað segirðu? Hvað viltu lesa úr? Ég er með svolítið sérstakar frétt. Ok. Um að það sé 1% af mannkyninu er kynlaus. Kynlaus? Kynlaus. Asexual er að kalla. Og hvað er það? Sem sagt, 1% er, hvað eru margir... Er það hvorki með, þú veist, bibban ég? Nei, þú talar með kynfæri, þau eru til staðar, en þú er engan áhuga á því að nota þau. Engan. Já, þú meina þannig. Já, það er bara 1%. Já, 1% bara sem er engan áhuga á. Já, það verður alveg lítið prósent. Hvað eru margir til í á þessu netti? Það er ekki... Hvað er 1%? Hvað er það margir? Ekki sína fólki. Ég var að hugsa, hvaða vin og ég sem er kynlaus, ekki kolbarinn. Nei, og hvað heldur að sé... Heldur að þú eigi vina þegar bara 1% af mannkynnu? Heldur að þú eigi þá vin sem er kynlaus? Er það ekki? Þetta er ekki einhvern einn vin? Hefur við ekki, þú veist, samkvæmt þessum prósentum, hefur við ekki einn félag sem er kynlaus? Ég myndi þá ekki gera honum að segja nafn. Sverrir Bergman er ásjúkur, en hann er ekki kynlaus, er hann okkur? Nei, hann er bara ásjúkur. Hann er ásjúkur? Já, en veistu að það er til veiki sem að ég hringdi í Sverrir Bergman daginn og var að ræða þetta við hann. Þetta er viðurkennd veiki sem hann er haldinn. Ásýkin? Já. Í alvörinni? Já, og ég las upp all the symptoms og hann er með þau öll. Það er til dæmis, þú veist, ef hann er á lausu og líður hann illa og er að hugsa á kvöldin hvað hann væri að gera ef hann væri með stelpu sér við hliðið sem hann væri ástængina og svona. Jesús Kristur. Já, steikt sko. Og veitu, getur hann ekki farað á einhver lyf eða?
Nei, ég held að þetta veist, hann ekkit, og við hefum ekki tapa okkur hérna, hann ekkit veikur hann Sverrir, sko. Hann bara ásjúkur og það alveg gaman að stríða. Hann ásjúkur alveg á hæsta mögulega stígi. Já, en hann þarf ekki lyfja með þeirri, sko. Það er ekki full gróft, eða? Nei, ég meina, það er eitthvað að honum. Já, það er líka eitthvað að mér. Já, og mér. Og það er meir en lítið af þér. Já, en málið er að við vorum að æfa saman vinninir. Já. Hverjum degi í sporthúsinu. Having a hell of a time. Já, hörðu, og hann verður ástfanginn og hann bara mætir ekki daginn eftir. Þú ert típan, held ég, Egill, sem verður abbóður að viniðinni fara fast. Það er bara afbrýðisamur. Já, svona að því að eins og þú segir, þú ert reiður út í hann að því að hann var að æfa með þér og æfir ekki að mikið með þér í dag. Nei, það sem ég skil ekki er að þú getur ekki byrjað með einhverju stelpu og samt átt líf, þú veist, samt hitt viniðina og svara símanum og heyrti þeim. Ég átt nokkur svona félaga, eitt sem heitir Guðmundur Ingþór Guðjónsson, hann er kallað Pungþór og hann heim á Skaganum. Og hann skiptir sér með inn í Stebba Þórðarfjölskylduna, hann er með sýsti Stebba Þórðar. Hörðu, hann byrjar með konu og þú bara, frá því að heyra í einhverjum daglega, í aldrei, í ykkur 5 ár. Svo veistu hvað gerist líka oft í því? Sko í gamla daga, þá byrjaði ég að kenna konunum þegar þetta gerist. Ég ánafla, sko, Sverrir Bergmann er ekki eini ásjóki vinnu minn. Nú áttu fleiri? Já, Brynjar Elefsen sem spilaði á gítar og samdi með textana Án þín, sem spilaði mitt á gítar með honum í Án þín, er að glíma í sama vandamál. Hann er ásjókur. Jesús Kristus. Já, og ég held, þú veist, þetta væri konan hans. Að hún væri kannski ástæðan. Hvað henni? Fyrir að myndi ekki heyri með, að hún væri frek á hann eitthvað. Svo er komist að því bara gegnum árin eins og með Birtu og fleiri frábæra stelpur sem hann hefur verið að hitta. Þetta er ekki þær, þetta er bara hann. Já, þetta eru þeir. Hún er oft með vinkonu sínum og eitthvað og þá er hann bara heima þessir að bíða. Já. Minna, er flókið að segja, hörru hérna, elskar mín, ég ætla að fara með hérna Öðun í bíó í kvöld, félagarnir. Þú maður kíkja hérna félagarnir. Það er ekki flókið og henni myndi ekki finnast það flókið. Nei, sko, en það er ekki